Komið þið sæl. Skulum byrja hér á að líta á stóra yfirlitskortið. Við sjáum þess að víðáttumiklu hæð hérna suður í hafi og önnur enn öflugur yfir Grænlandsjökli og lægðin sem var hjá okkur í gær komin hérna yfir norðanverða Skandinavíu og eins og sjáum á þá liggjum við hérna í jaðri úrkomu bakkans frá henni en ágætt að veita þessari litlu lægð hérna suður í hafi gaum sem er að fara hér til austurs og stefnir á Bretlandseyjar. Hún mun hins vegar draga þegar kemur fram í næstu viku ennþá meira kalt loft niður í Evrópu og kæla þau dálítið duglega. En kælingin er samt sem áður hafin. Eins og við sjáum hér að þá kalda loftið að síga hérna niður í Evrópu. Við liggjum í svipuðum loftmassa áfram og litla lægðin hérna hún heldur sig svona á skilunum á milli heita og kalda loftsins og í sjálfu sér ekki að fara að neina áhrif hjá okkur. Hérna sjáum við hvernig úrkoma þróast í kvöld, nótt og í fyrramálið fram að hádegi á morgun. Það óskaplega litla breytingar hjá okkur. Það bara norðanátt, kalt. Þetta svona 8 til 13 býsna víða. Gæti verið hvassari á stöku stað og svo verða einhverjir staðir sem verða líka hægari. En hádegisbil á morgun, það verður einhver éljagangur með norðan- og austanverðu Hann nú lítill hérna og kemur í Húnavatnssýslurnar og líklega enginn þar vestan við og svo sunnan við. En það orðið svolítið kalt hjá okkur. Það orðnar, maður segja mínustölur á öllu landinu. Það kannski einna helst að hangi við frostmark í Vestmannaeyjum. Kaldara inn til landsins heldur en hér sýnt og þróunin síðan áfram þetta, það bara sér áfram þessi bakkar, það kemur hérna aðeins efnismeiri bakkar inn á austanvert landið af og til. Þeir valda í sjálfu sér engum stórum vandræðum. Þetta svona þetta hefðbundna, þetta eins og segja, það hvessir aðeins með þegar þessi bakkar koma, en þetta ekki engar stórar breytingar á veðrinu næstu daga. Þannig hádegi á mánudag aftur, þá þetta svipað upp á teningunum, að það úrkoma svona éljagangur að þvælast svona norðan- og austanvert landið en yfirleitt áfram bjart og fallegt veður á suður- og vesturlandi. En það svona, eins og það frekar í kaldari kantinum og sérstaklega þar sem þessi vindnæðingur þá býtur frostið alltaf fast. Þróunin síðan áfram yfir til þriðjudags. Þetta ósköp svipað að koma þessir bakkar hérna inn. Það verður eitthvað ákafari úrkoma með þeim þegar þeir ganga yfir, en á öðru leyti þetta mjög áþekkt. Einn bakki getur sjálfsagt dregið yfir heiðarnar og hálendið og komist niður á Suðurland og inn á Faxaflóann, en þeir ættu að verða mjög efnislitlir og valda litlum truflunum. Hitastig á þriðjudag. Þetta ósköp svipað eins og eru dagana á undan. Þetta élgangurinn bundinn við Norður- og Austurland og það ennþá bjart hérna sunnan til. Það aðeins skýjaðara kannski. Það gæti náð einhver smá stöku él bæði inn á Breiðafjörð og inn á Vestfirði. Og síðan þegar við sjáum þróuna hérna frá þriðjudegi til miðvikudags, þetta allt saman upp á sömu hendina lært. Þetta ósköp svipað. Það fer að draga bæði úr vindi og úrkomu þegar líður á miðvikudaginn og fimmtudaginn nú einhverja minniháttar breytinga að vænta, en það ekki stóra breytingar. Hitinn á miðvikudag, þetta sama svona 2 til 5, 6 stig nálægt sjónum, en aftur á móti getur þetta farið niður undir 8 til 10 stig inn til landsins og lengra upp á hálendið. Ef við síðan förum yfir til Evrópu þá sjáum við lægðina sem var hjá okkur í gær. Hún komin hérna yfir til Finnlands. Það nokkuð stífur norðvestan strengur. Það farið að kólna dálítið með þessu, þannig að það einhver éljagangur í Færeyjum og hitinn hangir í svona 2 til 6 stigum í Skandinavíu og svona nyrst í álfunni á meginlandinu. Það farið að kólna svolítið á Bretlandseyjum og mun kólna síðan aftur þegar lægðin sem hérna suður á landinu fyrir að gera sem meira gildandi. Ágætlega bjart hérna sunnan til. Það ennþá þessi rigningaskúraveður við Tyrkland og þar í kring, og svo að sjá að lægðin vestur af Portúgal hafi nú loksins sleppt tökum á Íberíuskaganum og veður farið að skána þar aftur. Á Kanarí á morgun, það svona suðvestlæg átt. Það smá úrkomubakkar hér og þar og hérna í Arrecife til dæmis gert ráð fyrir einhverju skúrum, en það gæti alveg fallið skúrir á hinum eyjunum líka, en hitinn svona ríflega 20 gráður, þannig að það ágætis hiti miðað við árstíma. Í Bandaríkjunum þá erum við með þessa lægð hérna austur af austurströndinni fyrirgefið. Hún kemst lítið út af hæðinni, en svo þessi hefðbundna lægð sem þá á norðvesturströndinni. Hún gefur alltaf úrkomu mjög oft inn á norðvesturströndina. Smálægð yfir norður í Kanada sem truflar fáa
og svo svona skúraleiðingar, sérstaklega skúringaleiðingar hér í Texas, að þær aukast þegar líður á daginn, svona típískar síðdegisskúrir, en hitastigið í ágætu meðallagi. Þetta almennt 15, 18 upp í 25 stig þegar þú kemur sér á Flórida, en á öðru leyti þá þetta svona svipað og meðaltal árstímans. En við látum þetta gott heita í bili, verið sæl.